Þá ætlum við að skoða eins hvernig við tökum þetta HTML, þessi 2 HTML skjöl sem við erum búin að búa til og við gerum þau aðgengileg þannig að við getum komið snilldinni sem við erum búin að skrifa út á internetið þar sem allir geta séð og lesið hvað við erum búin að vera að brasa. Þannig að þá það þetta, við erum með þetta hérna, keyrandi á þessu fæl eins og ég sagði áðan og enginn getur komist í þetta nema við af því þetta bara á tölvunni okkar. Þetta bara á þessari tölvu eingöngu. En til þess að geta gert þetta aðgengilegt þá þurfum við að setja þetta á einhvern vefþjón og vefþjón þá einhver tölva sem einhver staðar í skýinu, inn í skáp hjá ykkur, á háskólasvæðinu, einhver staðar og tengd við internetið. Og hún tengd við internetið sem í raun bara þetta net sem tengir öll tæki saman og hefur síðan mismunandi prótókoll ofan á sér. Þannig að internetið til dæmis styður tölvupóst. Það styður HTTP sem styður síðan að birta vefinn og fleiri svona prótókolla sem hægt að nota á vefnum. Þannig að þegar þið að spila tölvuleik í multiplayer þá þið ekki að nota HTTP til að segja í samskiptum, þá það að nota TCP/IP eða UDP eða eitthvað svona til þess að sem prótókollu sem leyfir ykkur að tala við aðra. En það sem þessi vefþjónar gera í raun að segja ég á internetinu, ég með einhverja IP-tölu sem þýðir þá að það einhver tala þannig að aðrar tölvur í þessu neti geti talað við þessu tölvu og spurt hana, hei, átt þú einhverja vefi fyrir mig? Og þá getur hún svarað, já, ég á hann vef, eða nei, ég á ekki hann vef, eða bara þessi tala ekki til. Og þá það þannig, ef ég fer núna inn á hi.is að þá breyttist eitthvað hérna og ég fer hérna inn að vera https hi.is. Þannig að þá í raun búið að taka hi.is og túlka það í þessa tölu sem segja til hvar þessi tölva á heima. Og þá get ég farið aftur hérna ef ég fer í terminal og gerum bara svona. Þá get ég notað eitthvað eins og ping sem tekur þá í raun eitthvað lén eins og hi.is og sendir ping þangað. Þannig að sendir bara svona einn pakka eða nokkra pakka af TCP/IP gögnum og spyr bara eitthvað þarna. Og þá kemur tilbaka svar og þá stendur hérna hi.is og einhver tala og þetta IP-talan hjá hi.is. Þetta talan sem tölvan mun actually nota til þess að eiga í samskiptum en út af því að svona var þetta alltaf í byrjun og það nefndi enginn að muna allt þetta þannig að þá fann fólk upp leið til þess að búa til orð og svo lén til þess að geta vita hvert það vill fara. Þannig að í staðinn fyrir að þurfa að skrifa alltaf 130.208.165+186 þá skrifum við hi.is. Svo getur þessi tala breyst okkur alveg sama. Það búið abstrakt í burtu fyrir okkur þessar IP-tölur. Og það í raun nota DNS eða Domain Name System sem þetta að hi.is svara fyrir einhverja IP-tölur. Þarna bak við einhver vefþjónn og þessi vefþjónn keyrir eitthvað vefforrit sem síðan kann að segja hérna, já, þú baðst hi.is. Ég ætla að láta það fá forsíðuna hi.is. Þá til dæmis hi.is vefur sem keyrir í vefum svona kerfinu, Drupal, sem búin til í vefforritunarmálinu PHP, en á endanum skilar HTML, CSS og JavaScript. Það það eina sem vafrar kunna, fyrir utan reyndar WebAssembly sem við munum tæpa á aðeins í lokin, en HTML, CSS og JavaScript það eina sem vafrar birta. Þannig að það það sem verður alltaf að skila á endanum. Þannig að þá getum við farið hérna og ég get gert inspect og ég get séð hérna og það aftur bara eitthvað HTML, eitthvað body, eitthvað doctype hérna og svo bara alls konar. Ég get farið hérna, ok, svona og ég get valið eitthvað hérna, gert inspect og ég fer hérna. Hérna aftur eitthvað TD af því þetta í töflu en hérna sjáum við bara A-href, HTTP, ugla, námsumsóknir, umsóknir. Nákvæmlega það sama og við vorum að gera til þess að tengja við að bát HTML hjá okkur. Bara þarna bara miklu meira af HTML elementum og miklu meira af CSS eða bara CSS yfir höfuð til þess að búa til eitthvað útlit. En ég get farið hérna og sagt eitthvað svona, haha, ég búinn að breyta hi.is, en þú veist þarna breytti ég bara HTML-inu í gegnum developer toolsin hérna. Ég get farið og ég get bara eitt hlutum og ég get gert alls konar skandala hérna. Og hérna getum við séð til þess að ég get farið og ég get breytt hvernig hlutinni líta út á þessum vef
og við munum nota það þegar við erum að fara að breyta og vinna með útlitið okkar. Þannig að þetta er kannski ekki gott dæmi, eitthvað sem ekki dett út og inn hérna. Þannig að við tökum þetta hérna, sjáum það eitthvað svona, þá get ég gert þetta miklu hærra, eða frábært, eða gert bláan bakgrunn. Ég get átt við þarna, þetta munum við nota þegar við fyrir að gera vefi og við fyrir að láta hlutina verða bláa eða græna eða stóra eða hringlaga eða eitthvað, að þá notum við þessi tól til þess að vinna með þetta. Þannig að það er ekki bara textaritillinn, heldur líka vafrinn. Þannig að það er þetta, geta skrifa textan sem er í HTML-ið okkar eða CSS-ið okkar og birta síðan í vafrinum. Ok, þannig að einu sinni, já, af því það var líka spurning hérna, tveir búin að nefna POP. Við kennum ekki bakendaforritun í þessum áfanga. Það fyrir fram í vefforritun 2, þar sem við notum inn Node.js til þess að búa til svona vefforrit í bakendanum. Þess að geta það búið til einhverju svona vefi eins og einhverja vefverslun eða blogg fyrir ykkur eða fréttasíðu eða whatever. Þar sem að þið getið þá lært í raun allan hringinn, bakendan og framöndan. En POP var kennt hérna, út af því að þetta er allt hérna, þá getið þið farið og skoða hérna frá 2014, þar sem ég er að tala um POP. Algjörlega án ábyrgðar. En þessum áfanga, bara svo ég segi það eins og oft og ég get, HTML, CSS og JavaScript. Ok, sérstætt, einu sinni, fyrir ekki svo löngu, bara 2 mánuðum síðan, þá fengu allir nemendur og allir starfsmenn háskólans pláss á vefþjóni hjá háskólanum, hjá UTS. Sú þjónusta, það var hætt með hana í júní 2022 og er í raun þessi staður þar sem að þessi vefur hérna er hýstur. Notendur.hi.is _1 vefforritun 2014. Þetta er hýst á þessari vél en það er bara ekki búið að fjarlægja þetta. Það á að fjarlægja þetta allt þannig að þetta mun í raun deyja á einhverjum tíma. Það mun vera fjarlægt og tínast að eilífu. Út af því að háskólinn er að fara að nota eingöngu OneDrive. Ok, það má deilum það. En sem þýðir þá að þið getið ekki lengur fengið aðganginn á þessum vefþjón til þess að taka fína HTML-ið okkar eins og við erum með hérna og setja á hana vefþjón sem að síðan er hægt að gera aðgengilegan á vefnum. Þannig í staðinn ætlum við að nota aðra þjónustu og hún ásamt GitHub er það sem við munum nota til þess að vinna verkefnin okkar. Þannig að fyrst GitHub, bara það svona minnsta sem við komumst upp með núna í þessum tíma, á þessum tíma sem við erum eftir. GitHub er þetta hér. Það er þessi birtingamynd hérna. Þetta er birtingamynd ofan á það efni sem ég hef búin að skrifa og ég hef búin að vera að vinna á tölvunni minni og ég síðan ýti út á internetið. Þannig að ég er hérna með annan glugga þar sem að ég er með fullt af möppum, fullt af skrám, fullt af einhverju dóti sem er í raun kúrsinn, efnið fyrir kúrsinn. Þannig að ég get farið hérna í námsefni, ég get farið í kynning og hérna og ég get séð hérna einhver skjal sem er þessi kynning sem við fórum yfir áðan og hérna er þetta skrifað í Markdown. Markdown er svipað og HTML nema það er svona lightweight markup language. Það sem ég get skrifað þetta, svo er bara eitthvað forrit sem keyrir, túlkar þetta yfir í HTML með einhver ákveðnu CSS í einhver ákveðnu þema, með einhverju JavaScript virkni sem á síðan á endanum endar í þessum fyrirlestri sem ég var með hér. Þannig að þetta hérna er bara nákvæmlega þetta, túlkað í annað form. Spurning? Túlka vafrarnir ekki þetta? Vafrarnir túlka ekki Markdown. Þannig að við þurfum í raun að vera, það þarf að vera einhver þýðing á milli sem að gerist í ákveðnu forriti. Því sem við getum, þá nægir fyrir okkur að vera bara á því aðgangi að við að fara eitthvað vesens fyrir að sækja stúdent. Já, ég ætla einmitt að nefna það við ykkur hérna. Þannig að bear with me, smá stund, þá komið. Þannig að hér er ég með allt þetta efni hérna og núna ætla ég bara rétt að gefa ykkur inngang að GitHub og hvað það er. En ef að þið hafið einhvern tímann verið að vinna í verkefni og þið hafið fattað að þetta verkefni var kannski betra ef þið myndið henda þessari blokkatexta og skrifa eitthvað annað í staði. Svo komast það að það var slæmhugmynd, þið viljið fá blokkinn aftur. Og þið undoið en einhver hluta vegna er að dottið úr minninu eða eitthvað og þið finnið ekki textan ykkar. Hann er horfinn. Mjög leiðilegt. Git er leið til þess að komast og vinna með
þetta verkflæði. Að vera að vinna með eitthvað, breyta því, fara tilbaka, skoða það, gera tilraunir, hætta við og eiga við texta. Þannig að hér er ég samt með þetta og ég gera þetta. Ég væri nú sniðugt ef ég myndi flokka þetta svona. Já, nei, kannski, ég veit það ekki. Þannig að ég er með þetta allt í Git, sem þýðir að, sjá, ég ætla að lokum þessu, þetta er svolítið erfitt hérna. Þannig að hérna er ég með terminal bara keyrandi inn í Visual Studio Code. Þannig að þetta er bara nákvæmlega saman þetta hér, og bara keyrandi inn í Visual Studio Code. Og nú er ég hérna með Git, og ég get gert Git status, og ég get séð hérna að ég er að vinna í einhverju ákveðnu. Ég er að vinna í næsta vikublaði. Þannig að, þú veist, hvað ætla ég að láta að setja fyrir, hvernig er það, hvernig er efnið. Ég er ekki að byrja hérna að skrifa, þú veist, það er ekki komið meira en þetta. Og hér er ég með eitthvað efnið og það er komið hérna og þá sjáum við að það er grænt. Af því að ég er búinn að vera að gera einhverja breytingar. Allt hitt er í raun vistað í Git. Þannig að ég get sagt núna að ég er með þetta hérna og þá segir hún núna að það er búið að gera einhverja breytingar á gögnunum. Þannig að þessar hérna breytingar eru til staðar. Og hvað vil ég gera við þær? Vil ég henda þeim, vil ég geyma þær í Git eða vil ég gera eitthvað annað við þær? Þannig að ég þarf að taka afstöðu til þess. Þannig að ég get gert Git add, þá get ég gert Git status og þá er það svona grænt. Þannig að nú er ég að fara að bæta þessu við verkefnið mitt. Ok, ég vil ekki endilega gera það, þannig að ég get notað sem heitir branches í GitHub. Þá get ég gert Git checkout, við ætlum að kalla það bara vika 02. Ok, við ætlum að gera hérna Git status og við ætlum að gera Git commit og eitthvað M. Þá segir það message. Við munum fara betur í þetta. Ég er bara að gefa ykkur nasa þegar af því hvernig þetta flæðir á milli. Þið þurfið ekki að gera þetta alveg strax. Við munum gera þetta aftur. Þannig að ég get gert eitthvað hérna. Ég segi bara eitthvað vinna í viku 2. Ok? Eða ég get gert það bara svona og þá opnar hann einhvern editor. Þannig að þegar þið setjið upp Git hjá ykkur á tölvunum ykkar, þá mun Git spyrja ykkur, hvaða editor viltu nota? Og þá getið til mig sagt, ég vil nota Visual Studio Code. Þá er þetta ekki opnað þarna, þá er þetta opnað í nýjum Visual Studio Code glugga. Hérna er ég með þetta opnað í Vim, sem er forrit sem er uppsett á Linux og macOS. Og það er svona, brandarinn er, ef þú einhvern veginn opnar Vim, þá þarftu bara að slökkva tölvunni en þú veist ekki hvað þú ert að gera í fyrsta skipti. Af því að til þess að slökkva þessu forriti, þarf að gera tvípunktur Q. Þetta er svona mjög gamall ritill sem er alltaf keyrður á svona skipurum. Þannig að ég get hægt hérna og þá gerist ekki neitt, af því að ég var ekki með neitt commit message. Commit message er þetta, ég að segja hvað ég var að gera í þessari breytingu. Þannig ég ætla að segja hérna, vinna í viku 2. Ok? Svo ætla ég að gera git push, sem þýðir, ég er með þetta núna á tölvunni minni, ég ætla að íta þessu á hinn staðinn sem ég geym þetta, sem er ákveðið remote, sem heitir GitHub. Þá getur ég séð hérna, ég er með remote sem heitir GitHub. Í námsefninu farið mun hægar í gegnum þetta og svo náttúrulega getið þið skoðað bara það sem er í boði hjá GitHub. En ég segi git push og þá segir hún það er ekkert upstream, þannig að það er ekki einn stað sem ég get ítt þessu á. Þannig ég keyri bara þessa hérna skipun og nú gerir eitthvað og nú er búið að senda þetta yfir á GitHub. Þannig að núna er þetta komið hérna á GitHub og núna get ég farið á GitHub fyrir námsefnið og ég get farið hérna og þá kemur hérna eitthvað vika 02, kemur eitthvað compare and pull request. Þannig ég get í raun gert það og það er eitthvað sem við skoðum nánar seinna. En nú er ég með hérna vika 02. Þá segir hérna this branch is one commit ahead of main og main er megin branchið. Það er það sem við erum með, það er aðal. Þannig að hérna get ég verið að vinna í þessu til hliðar. Þannig ég get lagt þetta til hliðar. Ég get unnið í þessu og sagt bara eitthvað, þú veist, hérna er þetta komið, bara eitthvað svona og þetta er ekki opinbert fyrir ykkur. Af því að það sem að þið sjáið þegar þið farið er bara á þessu main branchi. Þá sjáum við það er ekki til. Þannig ef ég fer hérna, og þá er bara vika 01 hann inni. Þannig þá get ég núna hérna gert git checkout main og ef við minkum þetta aðeins hérna, þá sjáum við þetta hérna sem ég er með hér í
segir mér á hvaða bransi ég og þá get ég allt í einu skoðað þetta eins og þetta í loftinu núna. Þannig þá sjá ég hérna, þetta hérna skjal ekki til í þessari útgáfu, í þessari grein sem ég að vinna í. Þannig að það bara til þetta hérna, það bara til vikan og leið. Þannig að nú get ég farið hérna og sagt eitthvað hérna, gert upprópunarmerki, vistað, gert git status. Það búið að breyta þessu hérna. Þannig að það búið að breyta þessari hérna skrá og það búið að bæta við þessu upprópunarmerki. Þannig get ég breytingu fyrir breytingu vistað og sett til hliðar allt sem ég geri. Þannig að þetta svona version control. Þannig að þetta þannig að ef þið hafið einhvern veginn skýrt skjal final eða final version 02, 03 loka í alvöru, þá eru þið búin að búa til version control kerfi sem bara ótrúlega naív. Á meðan að þetta Git var búið til af Linus Torvalds sem bjó líka til Linux og hann sem sagt svolítið klár forritari en hann líka Git, þess vegna skýrir hann þetta Git. Hann svona erfiður maður, svona problematic. Og þetta í raun notað til þess að halda utan útgáfustjórnun á Linux kernelunum sem bara aðalkerfið í Linux. Þannig að þetta flókið dæmi. Þetta ógeðslega flókið dæmi. Þannig að ekki vera bara eitthvað, vá, á ég að kunna þetta? Þú veist, þetta flókið dæmi. Þannig að ég bara rétt að tæpa því sem að þetta getur gert, að ég ætla að reyna að títra þessu inn svona í öllum vikunum í staðinn fyrir að segja bara allt í einu bara eitthvað, BOOM! Vika 6, nú ætlum við bara að nota Git. Þannig að ég ætla svona að reyna að hafa svona smá upptakt í staðinn fyrir það. Ok, en til þess að ég geti farið hérna og búið þetta til sem ég var að gera, þá þarf ég að búa mig til aðgang í GitHub. Það gerir ég núna, bara ég fer hérna í private browsing, þannig að ég í raun ekki með neitt session, ég í raun ekki skráður inn. Þá kem ég hérna, ég get farið í sign up og ég get skráð mig. Það síðan til hlutur sem heitir GitHub Students, sem að ég veit ekki hvort það sé tiltekinn hérna, en hvort þið þurfum bara að fara að GitHub Students, hérna, og út af því að þið eru nemendur í Háskóla Íslands, þá hafið þið rétt á þessu. Það þýðir að þið fáið í raun eitthvað svona sem að gefur ykkur ákveðin svona credits í alls konar þjónustum en gefur ykkur líka aðgang á GitHub svo lengi sem þið eru í námi. Það alveg þess virði að fara í gegnum það vesen sem þarna en þá verðið þið að nota HI adressun ykkar. Svo þurfum við að velja ykkur eitthvað notendanafn. Ég búinn að nota þetta svo lengi að ég náði 3 stafa nafninu OSK sem alveg ákveðið. En þið getið valið ykkur hvað sem En, nota bene, ég hef lendið í oftar en einu sinni, 2 eða 3 að það einhver nýr forritari að byrja hjá þér og það eitthvað svona Siggy Cool 69 GitHub notendanafnið og svona já, það hérna Siggy Cool 69 og þá þarf ég að bjóða þér inn í öll tólin og eitthvað svona. Spurning? Já. Ég bara hreinlega veit það ekki alveg. Ég held að þú getur farið gegnum eitthvað svona hliðar, sagt eitthvað, ég stúdent, getur breytt þessum account. En vandamáli við það var sko að maður þurfti að senda mynd af skírteini frá háskólanum sem að sannar að þú sért í námi. Já. Af því að stúdentar kostar ekki háskólanum sína ekki hvernig maður byrjar í náminu. Já. Það vesnið. Það vesnið, já. Það vesnið að uppgreita núverandi GitHub account út af því að þú ert að taka mynd og sína eitthvað til þess að sanna að þú ert sannarlega nemandi. Nei, ég persónulega, ég ekki með pro-account. Ég bara með, ókeypis GitHub account. Þannig að þið þurfið þess ekki. Þið getur bara, þú free credit hjá DigitalOcean, þú færð eitthvað hjá Travis CI, það sem ég sá þarna, þú færð eitthvað, þú getur með svona GitHub Copilot, sem svona AI coding assistant, sem getur verið áhugavert fyrir ykkur að nota. Það þurfið bara að lýsa því sem ætla að gera og svo kemur bara ykkur AI og segir, viltu ekki þetta? Og því þetta enter, bara búm, búið að forrita fyrir ykkur. Ég bara segi þetta að þetta möguleiki og þetta getur alveg verið áhugavert, en þið þurfið alls ekki að gera þetta. Ok, þannig að þá það komið, en ég hérna undir ykkur sem heitir vefforritun og það út af því að ég bjó til organization sem bara svona önnur leið til að skipuleggja kóða. Ég persónulega bara eitthvað github.com/osk og hérna ég bara með einhver repositories sem eru þá að halda utan þetta eins og ég var að búa til.
Þannig að núna, ef ég ætla að búa til eitthvað nýtt til þess að færa yfir í raun þetta sem við vorum að brasa HTML-skrándar okkar aðan, þá get ég gert hérna new og ég ætla að segja að það er ekkert template, þetta er nú bara eitthvað tengt vinnu hérna. Ég ætla að búa þetta til undir OSC, því ætti þá bara að fá ykkar nótendunum hérna og ég ætla að segja bara vef 2.2022 vaf 1. Ok, svo get ég sett hérna private og þá getur þá sjá engir aðrir, þá getur enginn farið inn á ykkar nótendunum og séð allt hvað þeir eru með. Svo get ég bara, ég þarf ekki að gera neitt meira og svo ger ég bara create repository. Og repository er svo þetta þegar ég tala repo. Þannig að þetta er í GitHub repoinu. Já, við munum skila verkefnunum á GitHub. Þið getið, ef við erum einhverjum vandræðum, sérstaklega núna í verkefni 1, ef þið lendið í vandræðum og þið náðu ekki að finna út úr því með dæmitímakennara, þá getið þið sippað þessu og senda það inn á Canvas en látið reyna á hitt. Þegar svo munum við halda þessu áfram. Skilja þessu þarna. Þannig þá fá ég fullt af einhverju dóti hérna, flóknu, spurning? Það er sýnt eitthvað myndband hvernig væri hægt að skila ef maður hefur bara, ef algjörlega beginner á GitHub. Þannig að maður hafi eitthvað svona... Já, ég er í raun að gera það. Ég er bara bókstaflega að gera það núna. Okay. Þannig að þá er ég komið með þetta hérna og ég mun ekki samt sýna hvernig það mun gerast í gegnum Canvas, en þú veist, Canvas er í raun bara þú ferð inn í verkefnið og þú setur bara slóðina sem við endum með á eftir. Þannig að það sem það þarf að vera búið að gera núna er að setja Git upp á tölvunni sem er að vinna í. Og það ætti að ganga bara frekar smurt í flestum tilfellum. Það er, þú veist, bara síða sem er vísað í, git-scm.org, sem við sækið þetta og setjið þetta upp. Og þetta verður verkefnið ykkar núna, fyrstu 2 vikurnar. Þið reynið þetta núna, eðlilendi í vandræðum, dæmatími næstu viku, dæmatími kynna hjálpar ykkur. Ef það gengur ekki, getið sendt á mig, getið spurt á Slack og þú veist, þetta er það sem þið þurfa að koma upp. Ok, þegar það er komið, þá getið þið gert þessar skipanir, git status. Annars munið þið bara fá eitthvað command not found, ef að git er ekki sett upp hjá ykkur. Ok, þannig að þá stendur hérna, þetta er það sem við ætlum að gera. Við ætlum að reyna new repository, er það sem við ætlum að búa til. Þannig að þá fer ég núna í textaritilinn, aftur hérna það sem ég var með skjalið sem við vorum að gera með áðan. Ég ætla að búa þetta til sem git repo. Þá get ég farið hérna í terminal, new terminal. Þá fæ ég upp þetta sem ég sá í hinum glugganum sem ég var með. Og þá get ég gert hérna git, ég get gert git init. Það segir þessi mappa sem ég er inn í núna, hún á að verða svona git repo. Hún á að halda utan svona sögu. Ég geri það, þá kemur hérna initialized empty git repository. Ok, ég er samt ekki búinn að geyma neitt í henni. Þá segir ég git add punktur, git status, þá sjáum við hérna skrárnar okkar, git commit m fyrsta útgáfa. Spurning? Mælum þá með að vera með Visual Studio Code sem default? Já, ef þú hefur engan annan preference, þá myndi ég nota það. Þannig að þú veist, ef þú kannt eitthvað, þú veist, það er oft, mér finnst það persónulega óþægilegt, út af því að þá er ég í command line-inu og allt í náttúrulega glugga forrit og svo fer ég aftur í command line-ið. Þannig að þess vegna er ég með, þú veist, nota ég Vim í þetta, af því að yfirleitt þarf ég ekki að nota þetta. En nú er ég búinn að taka þetta hérna, þetta er komið grænt hérna hjá mér. Þið munið ekki sjá svona í terminalinu hjá ykkur nema ykkur stilliða til þannig. En þið sjáu samt þetta hérna gerast. Ég gerir git status, on branch main, nothing to commit, sem þýðir að það búið að taka snapshot af þessu sem við erum með í möppinu okkar núna. Ok, þá get ég farið hérna. Við gerðum þetta hér. Ég ætla núna að bæta við GitHub. Þannig að nú segi ég tölvunum minni hérna, herri, þetta sem ég var að búa til, ég vil tengja það líka hérna út í heim til GitHub. Og hérna er skipinu sem tengir það. Þannig að þá er það komið. Þannig að núna veit þetta, það er hérna einhver annar staður út í heimi sem við getum ýtt þessu á. Þá segi ég git push og það er hérna origin main sem að svona. Þá tek ég þetta, ýti þessu þannig út í heim. Þá núna ef ég reloada þessari síðu, þá er ég komin með efnið sem ég skrifaði inn í þessa möppu. Þá er ég með þetta allt hérna. Allt sem ég skrifaði þarna er núna geymt á GitHub og á tölvunni minni. Ok, svo fer ég að gera eitthvað hérna, eitthvað svona.
Ég ætla ekki að hafa svona mörg, ég ætla að fjarlægja þetta sem er ólöglegt og eitthvað svona. Ok, svona. Ok, gerir git status. Það er búið að breyta þessu. Git add punktur, git push. Ítið þessum breytingum. En ég glemdi einu. Ég glemdi að committa. Þannig að það gerðist ekki neitt. Út af því að git hefur svona ákveðnar stöður það í hvaða stöðu skráin er. Þannig að ef ég hefði verið búinn að breyta þessu, en ég ætlaði ekki að uppfæra þetta svona, að þá þarf ég að passa mig að setja, hvaða skráabreytingu ætla ég að setja í alvörunni inn. Þá segi ég git commit message laga index html git push. Ok, þetta er komið. Nú reloada ég hér. Ég er komin með þessa útgáfu. Ok, en núna kemur í raun kosturinn við git er það að ég get farið inn í history og ég get séð alla útgáfusöguna á þessari skrá. Þannig ég get farið hérna og ég get séð hvernig þetta leit út sem fyrsta útgáfa. Þá var þetta svona. Svo get ég skoðað hvernig þetta var lagað og þá sé ég breytinguna niður í bara breytingu per línu. Hér voru bætt við 3 upprópunarmerkjum. Þetta var allt fjarlægt. Þetta er breytingin sem átti sér stað. Þetta er change setið sem varð til þess að þetta var eins og það er í dag. Þannig að þá er ég komið þennan stað hérna til þess að geyma þetta og þetta er í raun það sem þið þurfum að gera. Þannig að þá takið þið síðan þessa slóð hérna og skilið því inn á Canvas. Þið getið þá annarkvort gert þetta public þannig í byrjuninni eða þið getið farið hérna og það verður tiltekið í lýsingunni þegar það er að koma GitHub notandanafnin hjá öllum. Þá farið þið hérna og bætið öryggi sko. Ég mæla samt með þessu. Það sem er að gerast núna er að ég er að gera breytingu á gögnum sem ég á. Sem getur því ég hafi farið á klósettið, þú ætlar að vera svolítið sníki og bæta þér við hérna og fara að gera einhvern óskunda. Og þá myndi viðkomandi vera stoppaðar á því að vera ekki með authenticator kóðan sem að ég þarf að vera með. Þannig að við lifum með öryggi og við deyjum með örygginu. Og ég mæli samt eindregið með að þið setjið upp two-factor authentication á öllu sem þið notið. Ekki nota SMS, notið authenticator app, eins og bara authenticator frá Google, af því að það er mun auðveldara en haldið að spúffa SIM-kort. Svona. Þannig ég fyrir hérna og ég geri add people og ég segi hérna OSK. En þú veist, hérna er Osktrey eða eitthvað, aðrir Oscar og ég bæti við dæmitímakennurunum. Þannig að þeir fá þá aðgang, þeir geta þá séð þetta, þau geta séð í raun hvað þeir eru búin að gera og þau geta þá farið yfir verkefnið og það er fyrirparturinn á skilunum. Seinni parturinn er að setja þetta upp á Netlify og Netlify er svona hýsing og hérna getum við nota starter og það er fake nóg, það þarf ekki að nota kreditkort, það þarf ekki að borga neitt. Það er nóg fyrir okkur í þessum áfanga. Þannig að þá getum við farið í login þar og þar get ég er ég með eitthvað hérna sem ég er að hýsa bók.veffortun.is á Netlify og hérna er ég bara búinn að búa mig til aðgang. Ég get tengt aðganginn við GitHub, þannig að þegar ég gerir sign up þá segi ég bara use GitHub og þá bara tengist þetta saman og þú bara loggast inn og nota GitHub sem auðkynningu. Allavega þið viljið koma inn á þetta eitthvað svona. Hérna fyrir við sites, við gerum add new site og hérna get ég sagt deploy manually. Þannig að þá segir þú bara eitthvað hérna drag and drop your site output folder here. Þannig að þá get ég bara farið hérna þar sem að ég var með, nei, ekki hérna, þetta, hérna, þetta. Ég get bara tekið þennan hérna folder, dregið hann hingað og núna tekur Netlify þessa möppu og býr til í sínu vef þjóna umhverfi til deployment fyrir okkur sem þýðir bara vera að þau gera það sem við letum þau fá aðgengilegt á internetinu. Þannig að nú reloadum við hérna og published og þá sjáum við hérna bara
site is live. Þá getur farið hérna og farið, bjóð til, þetta bara eitthvað random nafn, Regal Lollipop. Þar vefurinn minn og þá sjáum við hérna að núna ég komið slóð og þetta hérna HTTP slóð sem að þið vissulega getur tekið núna og opnað á tölvunum ykkar eða símunum eða hvað sem og séð þessa snilld. Og ég get farið hérna og ég get tengt á milli og ég get farið fram og tilbaka. Þannig að þetta getið þið notað. Þarna þurfti ég ekkert nema að vera bara Netlify account og bara draga möppurum minni yfir og þá kom þetta. Hitt sem ég get gert, sem eitthvað sem við munum nýta okkur í framhaldinu, að tengja þetta beint við GitHub. Þannig að þá fer ég hérna og ég geri import an existing project. Ég ætla að tengja það við GitHub. Þá fæ ég svona, það sem ég verið að spyrja, má Netlify vita hvað þú ert og vita hvaða gögn þú átt og act on your behalf. Þannig að Netlify í lagi, en þetta svona eins og með annað, Facebook add-ons og eitthvað svona, það hægt að vera malicious þarna, þannig að þetta í lagi. Þannig að við leyfum þetta, lokum þessum glugga, úps, hann lokaðist og ég lokaði hinum. Og ég þarf að gera þetta aftur, lokastu, já, þá fæ ég hérna, ég ætla að leita að vef 1.22 vaf 1. Við, hvað veit ekki, hvar vorum við með þetta hérna? Já, ég svo, að því ég var að klára að kenna vefforðin 2, þá var ég ennþá fastur í að skrifa 2, þannig að þetta víst svona. Þá kemur þetta hérna, smetla á hana og þá spyr hún hérna hvaða brans viltu nota. Þannig að við erum bara með eina, við erum bara með eitt megin, við erum ekki búin að gera neina svona tilraunastarfsemir. Svo gerum við bara deploy og þá gerist þetta aftur og aftur fer Netlify og sækir þetta núna frá Git í staðinn fyrir að þetta vera eitthvað sem við deployum og segir hérna site is live og núna erum við Rococo Kuaka og það komið hér, nákvæmlega sama, svona, nákvæmlega sama, með 2 mismunandi leiðum. Ef ég væri alltaf að draga þetta svona og droppa þessu inn, þá væri alltaf, það væri alltaf skref sem ég þyrfti að gera. En með því að tengja þetta við GitHub, þá losnum við það, að því ef ég fer núna hérna, og ég fer hér og ég segi, 3 fyrirsagnir eru alveg nóg, alveg á mikið, bara rólegur kúriki. Og bætu því við hérna, færri upprópunarverki, git push. Núna sendi ég þetta yfir á GitHub, en núna út af því ég með þetta tengt við Netlify, þá pikkar Netlify þetta upp út frá tengingunni og segir, hei, það ný útgáfa, ég ætla að gera hana aðgengilega fyrir þig og fer strax í að gera þetta. Þannig að þarna sleppum við þetta, taka möppuna, draga hana og bíða og setja. Í staðinn þetta bara allt sjálfvirkt. Þannig að þannig erum við búin að búa til ákveðið verkferli. Ok, svo þetta búið. Published. Nú fer ég hérna. Nú einu fyrirsögn hér, en 3 hér. Og síðan, þegar við erum komin aðeins lengra, þá getum við notað þessa bransi sem við gerðum þann, þess að vera eitthvað sem er 3 útgáfur af vefnum okkar í live í einu. Eina með bláum, eina með grænum bakgrunn og eina með bleikum. Hvert flottast? Getum við sendið alla vini okkar og haft keppni? Spurning? Jú, á milli deploya helst alltaf svo sami. Þannig að þetta var í raun allt sem þið þurfið fyrir verkefni 1, en við förum aftur yfir þetta í næsta tíma og gerum þetta aftur og þá verður mjög gott fyrir ykkur að vera búin að gera þetta heima og hafa þá aðeins spurningar, vandræði, reynslusögur eða eitthvað. En annars bara takk í dag, hlakka til að vera í